Eftir að dagskrá lýkur hér á eftir, þegar ráðstefnunni hefur verið slitið, þá lýst okkur þannig á að veðrið sé nógu gott til þess að það verði gengið saman hérðan í Hólavallakirkjugarð og kveikt á kerti á leiði Guðmundar. Þannig að þau eitthvað sem vilja og hafa áhuga á því geta gengið með undirbúningshóp yfir í Hólavallakirkjugarð. En þá skulum við halda áfram. Fyrsta erindi eftir hlé, það Jón Ingvi Jóhannsson, lektor við Háskóla Íslands. Hann ætlar að flytja erindið Þá stækkar Ísland inn á við, hálendið í heiðabýli Jóns Trausta. Gjörðu svo vel. Komið sæl. Fólki hefur verið tíðrætt hérna ættartengsl sín við Jón Trausta og fleiri. Ég hræddur að ég sé svo þvottekta sunnlendingur að ég get ekki rakið ættur mínar norður fyrir Holtafjörðuheiði eða suður eða austur fyrir Þjórsá, nema lenda eftir á 18. öld. Þannig að í staðinn ég með mynda mér við Hrauntanga á Öxarfjarðarheiði, þar sem að Jón Trausti eða Guðmundur Magnússon bjó í æsku. Og ég sé það núna eftir erindi Hlyns að Þórarinn B. Þorláksson hefði eiginlega átt að koma þarna. Ef að Viðar Hreinsson sá myndina og stakk upp úr því að einhver myndi breyta mér í hest með gervigreind, að þá værum við komið með verk eftir Þórarinn. En ég ætla að tala heiðalöndin og hálendið. Þetta eru sögusvið í velþekktum köflum og jafnvel heilum skáldsögum sem kom út á Íslandi á fyrri hluta 20. aldar. Ferð Bjarts í sumarhúsum í Eftirleit og á Hreindýrshrygg líklega eitt þekktasta dæmi þetta. En ætli Aðventa, eftir Gunnar Gunnarsson, sé ekki sú skáldsaga íslensk sem hefur haft mest áhrif á hugmyndir okkar hálendið og tengsl okkar við það. Ég hef reynt að sýna fram á öðrum vettvangi að í Aðventu megi finna rætur nútímalegra hugmynda hálendið, hugmynda sem setja sterkan svip á samtíma okkar. Þetta eru hugmyndirnar sem að reka fjölda fólks á öllum aldri, Gore-Tex-klætt í hálendisferðir bæði sumar og vetur. Ég held að það fólk gæti sagt að hálendið sé þeim andleg móðir og kirkja, eins og komist að orði Bjart í sjálfstæðu fólki. Og það gæti eflaust líka tekið undir með sögumanni Aðventu, þegar hann segir Benedikt, þar sem hann ferðast hálendið: hér á hann heima sem snar þáttur af hverju því sem hann fær náð til og skynjað með hendi, sín og hugboði. Þessi veröld hans. Þessi reynsla af hálendinu þykir okkur kannski sjálfsögð og sjálfgefin í dag, en hún á sér auðvitað sögu og rætur eins og aðrar hugmyndir tengsl mannanna og annarra hluta náttúrunnar. Marion Lerner hefur bent á það að margt bendir til þess að upp úr 3. áratug 20. aldar hafi almennur áhugi á ferðalögum, ferðabókmenntum og landafræðiþekkingu á Íslandi stór aukist. Og hún talar í þessu samhengi tímabil í menningarsögu Íslands sem hægt væri að kalla annað landnám eða nýtt landnám og sem hefst árið 1927 og lýkur árið 1968. Og Marion greinir hvernig finna megi þennan nýja áhuga í ritum eins og hrakningum á Heiðavegum, en líka í stofnun Ferðafélags Íslands, þýðingum og eldri ferðabókum og á auknum áhuga á ferðalögum landið. Og ég hef haldið því fram áður eins og nefndi að Aðventa túlki þetta landnám og þá nýjung sem felst í því að hálendið, sem áður var framandi og ókunnugt og handan mannlegra byggðar, verður að stað þar sem Íslendingar eiga heima og sem þeir tengja við. En þannig hefur þetta ekki alltaf verið. Og þessu erindi langar mig að fjalla eins forvera Aðventu, Heiðarbýlið eftir Jón Trausta, og setja þá bók aðeins í samhengi við lýsingar á hálendinu í skáldskap 20. aldar almennt. Jón Trausti tilheyrir, eins og fram hefur komið, kynslóð skáldsagnahöfunda sem áttu sviðið áður en Halldór og Gunnar komið fram á sjónarsviðið, kynslóð aldamótana, fyrstu áratuga 20. aldar, þegar hugmyndir nútímalegt samfélag á Íslandi voru í mótun eins og Hrafnkell lýsti hérna áðan. Guðmundur Magnússon var vel kunnugur heiðum og hálendi.
Hann fluttist aðeins nokkura mánaða gamall að heiðarbýlinu Hrauntanga í Öxarfjarðarheiði og bjó þar með foreldrum sínum þar til faðir hans lést árið 1877. Og hér má sjá mig á göngu rétt vestan við Hrauntanga. Þó ég sé alls ekki ættaður á Norðausturlandi, þá er svo vel kvæntur að fjölskylda eiginkonu minnar á hlut í Hrauntanga. Og þar eigum við hlut í svokölluðum ættargámi sem við höfum dvalist í við gott atlæti. En á fullorðinsárum að þá ferðaðist Guðmundur auðvitað líka víða hálendið og skrifaði af því frásagnir eins og Guðrún Nordal nefndi hérna áðan. Og umhverfið í heiðarbýlinu, það minnir margt á Öxarfjarðarheiðina. En það er auðvitað ljóst að heiðarbýlið sem þar er lýst, Heiðarhvammur, er ekki bara eitthvert ákveðið heiðarbýli, heldur fulltrúi heiðarbýla fortíðarinnar almennt. Og aðeins Höllu og heiðarbýlið. Þetta er nokkuð sérkennilegur bálkur því að fyrst kemur skáldsagan sem nefnist Halla árið 1906 og í kjölfarið fylgir síðan heiðarbýlið í 4 bindum. Barnið 1908, Grenjaskyttan 1909, Fylgsnið 1910 og loks Þorra dægur árið 1911. Og ég ætla að einbeita mér að heiðarbýlisbálknum sjálfum sem heild en láta forsöguna af Höllu liggja á milli hluta og þetta er ekki síst vegna þess hlutverks sem að heiðalöndin eða hálendið gegna í heiðarbýlinu. Fyrsta bindi heiðarbýlisins er fyllt úr hlaði með inngangi sem að fjallar mikilvægi hálendisins og heiðalandana. Þar talar sögumaður beint til lesenda. Tilgangurinn virðist vera sá einn að kynna sögursviðið og ramma það inn. Það eru engar persónur á sviðinu. Og sagan hefst svona: þeir sem fara með ströndum Íslands fá lítið að sjá af landinu. Þeir fá að sjá hafþókuna og eftir vill hafísinn, brimrótið á blindskerjunum, fuglabreiðurnar kringum vörpin og skipin á miðunum. Nútíma lesandi rekur sig strax á það að það sjónarhorn á landið sem er sjálfgefið í textanum er annað en það sem hann þekkir sjálfur. Á ritunartíma bókarinnar eru strandsiglingar ráðandi ferðamóti fólks á milli þéttbýlisstaða á Íslandi. Þeim fylgdi sýn á landið sem að við þekkjum fæst. Sögumaður er upptekinn af þessari sýn en honum er þó ofar í huga hvaða er sem að samtímamenn hans missa af. Það sem ferðalangurinn fer á misvið er það sem sögumaður kallar heiðalöndin. Í lýsingunni á þeim er lögð áhersla á að inni á heiðalöndunum sé víða gróðursælt en allt er fellt í umgerðir blikandi jökla og blárra tinda, gróinna hraunstrauma og grárra eyðisanda. Þessi hluti Íslands er heimur út af fyrir sig með sumarindi og vetraríki. Hann er mikill að fegurð, mikill að svip og mikill að víðáttu. Í innganginum lýsir sögumaður því hvernig þessi heimur hafi áður verið mönnum kunnur þegar ferðalangar fóru landið en ekki meðfram ströndunum. Hann gerir einnig nokkuð úr huliðsheimum óbyggðana. Allt var þar rammheiðið, fornt í skapi og fjölviturt. Sumt var þar risalegt og ferlegt, fátt var þar barna með færi. Þessar sögur eru, líkt og þessi heimur, óðum að glatast að mati sögumanns. Andagift feðranna úreldist en móðir þeirra, hinn hrikafagra íslenska fjallanáttúra sem speglar sig í þeim öllum, hún er líka að hverfa sjónum, öllum þorra manna. Nú liggja hinnir fögru og björtu heiðaflákar auðir og gleymdir, þúsundum Íslendinga er sveima kringum landið með súð undir fótum. Sögumaður lýsir líka heiðabúum fortíðarinnar sem landnámsmönnum og hann syrgir eyðingu byggðanna. Hér hafa menn komið, þeir voru landnámsmenn, en þið hafið gleymt nöfnum þeirra. Landnám þeirra er komið í eyði. Og sögumaður spyr sig hvort að lífið eigi allt að dragast ofan að sjávarsíðunni þar sem þjóðbrautin mikla hafið liggur fyrir framan. Og öll þessi orðræða landnám, lífið við sjávarsíðuna annars vegar, lífið við fjöllin hins vegar, átti auðvitað eftir að bergmála í íslenskum skáldsögum og íslenskri þjóðfélagsumræðu næstu áratugi. En undir lok
formálans má finna mjög áhugaverða framtíðarsýn hlutverk hálendisins. Og hér má auðvitað heyra bergmál frá Einari Benediktssyni. Menn, gull, samgöngur, öfl þeirra hluta sem gera skal. Það skal allt með tímanum. Það kemur allt með tímanum. Þegar þjóðbrautirnar liggja landið en ekki utan það. Þegar rennireiðar framtíðarinnar þjóta yfir heiðarnar milli dalbotna, þá læra menn að þekkja landið og þá nema menn það að nýju. Þá koma dagar heiðarbílana aftur, fegri og blómlegri en áður, og þá kemur upp helgi þeirra manna sem varið hafa lífi sínu til landnáms. Þá stækkar Ísland inn á við og saga þess verður fjölskrúðugari. Og það landnám sem lykilorðið hér, það sögumanni heiðarbílisins hugleikið, ekkert síður en Gunnari Gunnarssyni og öðrum höfundum sem fylgdu í fótspor höfundarins í því að sviðsetja hálendið. En það landnám sem hér lýst frábrugðið því landnámi sem síðar varð. Sýn sögumanns heiðarbílisins tilheyrir öðrum nútíma en þeim sem að Gunnar setti á svið. Sögumaður hér aðhyllist nútíma þar sem knúin áfram af tækni sem brýtur náttúruna undir sig eins og komið verður að undir lok þessa erindis. En það fleira áhugavert hér heldur en bara draumsýnin landnám. Sögumaðurinn beinir sjónum sínum að mörkum byggðar og óbyggða, heiðarlöndunum sem eitt sinn voru byggð mönnum, en hann hefur líka næmi á hið háleita, þann hluta náttúrunnar sem hrikalegur í fegurð sinni og vekur með okkur lotningu. En það sem mér finnst ekki síst áhugavert hér sú vitund sem birtist í kaflanum það að maðurinn og sjónarhorn hans móti landslagið. Það eins og við sjáum 3 Ísland í þessum texta. Ísland fortíðarinnar séð frá sjónarhorni þeirra sem ferðuðust það ríðandi og gangandi. Ísland samtíma sögumanns á gullöld strandferðaskipana þegar flestir sjá landið af skipsfjöl og loks Ísland framtíðarinnar þar sem að rennireiðar framtíðarinnar þjóta yfir heiðarnar. Og þegar að sögum að tala rennireiðar þá að tala lestar en ekki bíla. En þetta samt okkar Ísland. Þetta landið sem við þekkjum mörg best út bílglugga. Ef við berum saman heiðarbílið annars vegar og aðventu hins vegar þá sláandi að náttúran í heiðarbílinu ekki lifandi, ólíkt því sem gerist í aðventu. Hún sjaldnast persónugerð, hún náttúra og hún mjög jarðnesk. Það til dæmis áhugavert hvernig sögumaður lýsir ekki bara landslagi og kennileitum þegar persónur hans á ferð landið, heldur ekki síst yfirborði landsins og áferð þess. Það eins og landið sé ekki bara séð, heldur skynjað með snertingu og sögumaður lýsir því með vitund þess sem vanur að ganga landið og vera í því á mjög jarðneskan hátt. Og hér 2 dæmi þetta, bæði úr fyrsta bindinu, barninu. Fyrst þegar að Halla og Ólafur, eiginmaður hennar, að flytjast að Heiðarhvammi. Hægt og hægt, fót fyrir fót, iðaði lestin áfram eftir lautum og dældum, brekkum og melbörðum. Umhverfis lá hrjóstrugt og nakið heiðarland með svörtum kvistum og gulum sinustrám. Það var að skrifa heila grein bara þessa kvisti sem að koma fyrir í mjög mörgum lýsingum bæði á sumri, hausti og vetri í textanum. En svo að jarðveginum. Jarðvegurinn var allstaðar meir og gljúpur. Klakin var undir svo vatnið gat ekki síið niður. Melarnir voru víða ófærir vegna aura. Í brekkunum voru ennþá harðar hjarfannir. Í dældunum var klaki í hverjum skorningi en vatn ofan á. Svona skrifar maður sem að þekkir þetta land af því að ganga á því en ekki bara á því að horfa yfir það. Og síðan líður veturinn, harður vetur eins og aðrir vetur á heiðarbílinu og síðan kemur þessi lýsing á vorinu. Það voraði seint. Þokur og rigningar genguð dag eftir dag með litlum hlýjendum og sólarinnar naut sjaldan. Snjóinn tók seint upp og jörðin var gljúp eins og svampur og rennvot. Til byggða fór gróðurinnum lítið fram og snjór lá á heiðunum fram eftir öllu vori. Sigurjón Friðjónsson lagði reyndar lykkju á leið sína í ritdómi í Norðra til þess að fordæma þessa síðustu lýsingu sem hann kallaði óeðlilega lýsingu á norðlenskri vorkomu. En ef þið horfið á myndina sem hér og tekin af bæjarhólnum á Hrauntanga
að þá er ég mjög auðvelt með að ímynda mér að þetta land sé eins og svampur á vorin. Þetta er kannski eitthvað öðruvís á sandi. Heiðarbæbýlið er sem sagt bálkur 4 skáldsagna og ég hef lítið sem ekkert sagt hérna þær örlaga sögur sem þær eru sagðar. Og ég ætla ekkert að bæta úr því í þessum fyrirlestri. Ég gerir ráð fyrir að Guðrún gerir það á eftir. Ég er eiginlega eins og listfræðingur sem að þykist ætla að fjalla málverk en tala svo bara ramman. Ég byrjaði að vitna í formálasögunar og nú ætla ég að vinda mér beint í eftirmála. Ég las samt öll bindin, taka það fram og hef lesið þú oft. En 4. bindi sögunar, þessi formáli og þessi eftirmáli hafa lengi heillað mig. 4. bindi sögunar, Þorradægri, lýkur á því að Halla kemst í heilahöfn með annað barna sinna. Hitt verður eftir hjá læknisjónum í Hvammi. Hún kemst í kaupstaðinn og það er endar sami kaupstaður og lýst er í þeirri sögu Jóns Trausta sem kom út á milli sögunar Höllu og 1. bindis Heiðarbýlisins, Leysingu. Sögumæður tekur þetta sérstaklega fram. Þetta kemur svona óvinnilegt metafiksjón hjá Jóni Trausta þegar sögumæður segir okkur að þetta sé sami kaupstaður og í Leysingu í Heiðarbýlinu. Þannig að það má líta á þessa sögu á Leysingu sem hluta af Heiðarbýlinu í raun og veru. En undir lok þessa eftirmála að þá lýsir sögumæður því þegar að nokkrir ungir menn koma að tóftum Heiðarhvams og hér stend ég við tóftirnar að Hrauntanga og er að elda þá ljúffengu smálubba sem að hægt er að tína á Öxarfjarðarheiðinni eins og víðar á Norðausturlandi. En það er nokkrir ungir menn sem koma að tóftunum. Einn þeirra heitir Kjartan, hann er reyndar bróðir læknisins sem að fóstrar barn Höllu. Hann er maður nýja tímans, nýútskrifaður mannvirkjafræðingur eins og stendur í sögunni og hann alveg eins og sögumaður í innganginum þá sér hann fyrir sér framtíðina, hann sér í sín hvernig járnbraut kemur æðandi eftir heiðinni og reynir að sannfæra samferðamenn sína það að hér muni koma járnbraut. Þegar samgöngubrautirnar flytjast hingað verða hér undur og stórmerki sem engan hefur enn dreymt fyrir, segir hann. Hugsið ykkur móana þarna, þegar að búið er að fletta þeim sundur með plógi, bera þá grasfræ og áburð og gera þá að túnum. Hugsið ykkur engin þarna, full af margföldum sinuþófa, það er gras sem vaxið hefur sjálfkrafa og kalið úti ár eftir ár. Það er illa varið auðæfum. Með lítilsháttar umhyggju getur þetta gras orðið helmingi hærra og þéttara, lítið á ána þarna, hún er féleg og knáleg ótemja. Hvað haldið þið hún myndi geta gert ef hún væri haganlega beisluð? Lítið þarna vestur og heiðarnar, þetta sem blikar á eru heilsubrunnar. Hugsið ykkur alla þá sem sækja þangað styrk og hressingu á komandi öldum og lítið á loftið, hver hreint og tært það er. Þið trúið auðvitað ekki að mestur fjöldi manna í heiminum lifir á loftinu. Lifir á því að veita þeim viðtöku og selja þeim nauðsynjar sínar sem leita hreina loftsins. Ef Íslendingar hafa ekki mannrænu í sér til að nema þessi heiðarlönd sjálfir, þá gera aðrir það. Þau eru miklu betri en mörg önnur lönd sem nú eru byggð og ræktuð, miklu betri en holtin og hörgarnir við sjóin sem nú er verið að græða upp. Og þetta finnst samferðamönnum auðvitað hreinasta fjarstæða, en Kjartan er sannfærður, brautin kemur bráðum og þá rís hér upp blómlegt hérað að fjallabaki á rústum heiðarbýlana. Sagan sem sagt bítur í skottið á sér, eins og sagt er, mannvirkjafræðingurinn Kjartan sér í sín rennireiðar framtíðarinnar sem að sögumaður boðar í innganginum. En þessi eftirmáli tengist líka öðrum lýsingum náttúrunnar í sögunni. Kjartan sér fyrir sér hvernig megi rista upp jörðina, þá sömu jörð sem sögumaður hefur lýst í sögunni og hvernig er að ganga á henni. Við sjáum hérna aftur hvernig sögumaður skynjar landið en sér það ekki bara. Og loks sér Kjartan fyrir sér og reynist kannski sannspár að í framtíðinni geti fólk lifað á loftinu á heiðunum. En Kjartan er ekki romantískur. Hann er ekki romantískur í viðhorfi sínu til hálendisins og við eða fjallamensi. Framtíðarsýnin í heiðarbýlinu er blönduð. Framtíð heiðana er séð í ljósi hins hagnýta. Hún er
í stóra samhenginu eins og stutt hlé á leiðinni frá einni rómantískri sýn til annarar, frá því að sjá hálendið sem ógnveikjandi stað yfirnáttúru og útilegumanna yfir í það að líta á hana sem andlegt heimkynni. Hitt svo annar mál að Guðmundur Magnússon sjálfur, Jón Trausti, kann að hafa færst nær afstöðu okkar og fjallabensa til hálendisins og víðernanna. En til að skera úr það, þá þyrftum við að kanna ítarlegar þau ferðaskrif sem að Guðrún Nordal nefndi hérna áðan. Og það verkefni sem bíður. Takk fyrir mig. Kærar þakkir. Þið eruð ekkert mjög spurningaóð, þannig að við ætlum bara held ég að halda áfram. Og ég hvet ykkur samt til þess að ef þið eru með spurningar að grípa bara fyrirlesarna hérna eftir og spyrja þá. Þá ætlum við að víkja sögunni til Guðrúnar Steinþórsdóttur, sjálfstætt starfandi fræðimanns. Hún ætlar að flytja erindi sem að hún kallar Hann elskar mig ekki, ástir og örlög í sagnabálki Jóns Trausta Höllu og heiðabilið. Gjörðu svo vel, Guðrún. Góðan daginn öllsumul, mikið gaman að vera með ykkur hér í dag og fagna stórafmæli Jóns Trausta. Ég ætla að hefja þetta erindi á tilvitnun sem hljómar á þessa leið. Hún tók ofurlítinn stokk ofan að spilabunkanum án þess að vita hve mörg þau voru og fór að telja þau fram í tungskinni á rúminu. Svarið var undir því komið hvað seinasta spilið segði. Hún kastaði einu og einu spili. Hann elskar mig, hann elskar mig ekki, hann elskar mig, hann elskar mig ekki, hann elskar mig, hann elskar mig. Kom á seinasta spilið og hjartað kiftist við í brjóstinu á Höllu. Þannig hafði tilviljunin svarað. Slíkum orðum fer sögumaður hina ungu vinnukonu og titilpersonu skáldsögunnar Höllu þegar hún reynir að leita staðfestingar á því hvort maðurinn sem hún unnur hugástum elski hana. Sögur Jóns Trausta Höllu og heiðabilið kom út í 5 bindum árunum 1906 til 1911, en það gerast upp úr miðri 19. öld og spanna áratug. Ástin í ýmsum myndum leikur stórt hlutverk í sögunum og reynir á tilfinningarlíf persóna. Rómantíska ástin þar í brennidepli, en þótt ríkulega sé fjallað eldheitar ástir, hindranir elskenda og ástarþríyrninga, sagnabálkurinn ekki hefðbundin ástasaga samkvæmt ströngustu skilgreiningum. Ástasamböndin sem sagt frá hafa nefnilega aldrei þann farsæla endi sem ástasagan krefst og reyndar ekki að sjá að hjónaband sögunar séu sérlega ástrík. Forvitnilegt þó að skoða sambönd bókaflokksins því þau vitna ójafna stöðu kynjanna, mikla stéttaskiptingu og ólíka afstöðu til ástar og hjónabanda á 19. öld og í upphafi þeirra 20. Í dag ætla ég því að fjalla ástina í sagnabálknum með hliðsjón af samböndum aðalpersónunnar Höllu, annars vegar við prestinn Halldór sem hún elskar og hins vegar við sauðamanninn Ólaf sem hún endar á að giftast. Bókaflokkur Jóns Trausta skrifaður undir formerkjum raunsæjastefnunnar en sækir leið óspart í ástasagnahefðina. Fyrir vikið blanda saman saga ástir, breið þjóðfélagslýsing og samfélagsgreining á liðinni tíð og breytingum sem þá að verða. Meðal annars hefðbundin viðhorf til stöðu kvenna og til ástar og hjónabanda tekin til skoðunar. Þegar fyrsta sagan hefst Halla Ólófi vinnukonu í sveit en þó bersýnilega góður kvenkostur. Lýsinguna á henni svipar til lýsinga á hefðbundnum rómönsku kvenhetjum því fram kemur að Halla sé fríð, aðlaðandi, eldfjörug, kát og hugsi vel útlit sitt og klæðnað. Þá nefndi hún sig vel liðin af vinnuveitendum, enda dugnaða forkur og því gott efni í búkonu. Eins og við að búast hafa margir piltar í sveitinni augastað á henni. Áhuginn reynist þó aldrei gagnkvæmur því þótt Höllu finnist gaman að verja saklausum stundum með piltunum, lítur hún á samskiptin sem leik og kærir sig ekki nánara samband við neinn þeirra. Hún dul á eigin tilfinningar og lokar iðulega á samskipti við piparsveinana þegar grunar að bónorð nálgist.
Enginn þeirra en sá eini rétti. Rómantísk ást hefur lengi skipt manneskjuna miklu máli, enda þörfin fyrir að vera elskaður skilyrðislaust og elska annan á sama hátt afar sterk. Halla ekki undanskilin þessari þrá, en vegna þess að hún setur hana skör hærra en þrá eftir öryggi hjónabandsins á fólki í sveitinni erfitt með að setja sig í hennar spor. Rómantísk ást í hjónaböndum var ekki talin lykilatriði á sögutímanum og því þykir hegðun Höllu gagnvart karlpenningnum undarleg, en hana ganga sögur þar sem hún ýmist talin kaldlynd og tilfinningalaus, ófyrirgefanlega kviklynd og léttúðug eða óþolandi sökum ofdrams og sjálfsálits. Neikvæð viðhorf í garð Höllu ekki óvænt því á þessum tíma voru hlutverk kynjanna afar fastmótuð og svo hugmyndir ríkjandi að ágæti konu fælist í því að vera góð eiginkonu móðir, trúrækin, skýrlíf og vönd af virðingu sinni. Í greininni Semmitt maður fjalla sagnfræðingurinn Erla Hulda Halldórsdóttir ritið Arnbjörgu eftir upplýsingamannin Björn Halldórsson í Sauðlauksdal sem kom út árið 1843 og var eins konar handbók ætluð húsmæðrum til sveita heimilishald, búrekstur og uppeldi barna. Hugmyndirnar sem þar birtast ríma vel við tíðaranda 19. aldar, en samkvæmt Birni var fyrirmyndar húsmóðurinn afar guðrækin, miskunnsöm og hafði siðferðilega yfirburði yfir karlmannin. Hennar hlutverk var að ala upp börnin, vanda við hjúin og reka heimilið af hagsýni. Eins og Erla Hulda bendir á, fóru húsmæður að þessum skóla sjaldnast að heiman nema þá helst til að læra af öðrum húsfreyjum. Þótt ríkuleg áhersla væri lögð á samvinnu hjóna, átti konan þó að lúta valdi eiginmannsins, enda var hann talinn vera höfuð heimilisins. Ekki útilokað að tregða Höllu við að gangi hjónaband sér tilraun til sjálfstæðis eða aðferð til þess að kaupa sér frelsi og þurfa þar með aðeins að taka ábyrgð á sjálfri sér. En fleira kemur þó auðvitað til og þá ekki síst viðhorf hennar til ástarinnar. Á 19. öld voru væntingar til hjónabanna teknar að breytast, en í fyrrnefndri grein segir Erla Hulda að á þeim tíma hafi verið talað tvenns konar hjónabandssamninga sem byggðust á ólíkum viðhorfum. Annars vegar var það kynferðissamningurinn sem átti einkum við landbúnaðarsamfélagið og gekk út á að hjónabandið var eins konar efnahagssamband þar sem framlag hjónanna til heimilisins skipti verulegu máli fyrir vöxt þess og framgang. Slíkt hjónaband grundvallaðist ekki endilega ást, þótt hjónin gætu vitaskuld þróana með sér. En þótt ástin væri með í spilinu voru valdahlutföll kynjanna ójöfn, því samkvæmt samningnum hafði eiginmaðurinn óskorða vald yfir konunni. Félagslegi samningurinn var hins vegar frjálslyndari, tengdist borgarsamfélaginu og átti við samband tveggja líkra einstaklinga. Hann mótaðist meðal annars af auknum væntingum kvenna til hjónabandsins, að ætti fremur að snúast ást en hagkvæmni og að konan væri frjálsari og sjálfstæðari en áður. Það má því segja að samningurinn hafi sumpart kallast á við fyrstu bylgju feminisma sem hófst á miðri 19. öld þegar konur, meðal annars á Íslandi, börðust fyrir auknu sjálfstæði til jafns við kalla. Ekki ólíklegt að Jón Trausti hafi verið undir áhrifum íslensku kvennabaráttunnar þegar hann skrifaði Sagnabálk sinn, því hugmyndir félagslega samningsins koma glögglega fram í lýsingum á þrám Höllu. Hún leitar nefnilega að frelsinu í ástinni þegar séra Halldór kemur í sveitina, tekur við kirkjusókninni og hún fer að vinna á heimili hans. Það nokkuð algengt minni í sveitasögum að karlkyns gestir eða nýjir íbúar í sveitinni séu fulltrúar kynlífs og ástríðna sem svipti ungar sveitastúlkur sakleysi sínu. Slíkt á við Halldór, en hann minnir jafnframt á karlhetju ástasagnanna því hann fagur, menntaður, lífsreyndur og eldri en kvenhetjan. Hann og Halla fella fljótt hugi saman, en í anda margra ástasagna fá lesendur aðgang að hugsunum beggja persóna og gefst í greiður kostur að taka tilfinningalega þátt í tilhugalífinu sem lýst er. Ást parsins ekki einföld, heldur hún í meinum og þar með að sínu leyti uppreist gegn hefðum og siðum. Elskendunir ekki einvörðungu af ólíkum stéttum, heldur Halldór auk þess giftur, þó það viti Halla raunar ekki fyrir undir lok fyrstu bókar. Ástin á milli elskendana hin stórkostlega og rómantíska ást sem hefðbundna ástasagan boðar, ekkert stenst hana eða getur mælt á mótinni. Parið alltekja ástinni hvort á öðru, eins og sést til dæmis að því að Halla víkur ekki huga Halldórs. Ekki langt líða á söguna þegar hann ber hana í huganum saman við aðrar stúlkur sem orðið hafa á vegi hans og kemur þá bersýnilega í ljós að honum finnst hún einstök í sakleysi sínu eins og eftirfarandi lýsing ber með sér. Hún var ekki lík neinni þeirra og þó bar enginn þeirra af henni.
þessi látlausa æskupríði, þessi fátæklegi en þó þokkalegi sveitabúningur, þessi óskegulu fimu handtök og allar hinnar eðlilegu, óöguðu hreyfingar, allt þetta sem klæddi Höllu svo vel, það hafði hann aldrei séð áður. Af útliti Höllu og gjörðum Halldór heillaður, enda líður honum eins og streymi út frá henni dámagn sem sviptir hann sjálfræðinu. Hið sama má segja Höllu sem hefur enga stjórn á sjálfri sér eftir hinn nýju kynni, en í sögunni segir: Hún fann að hún hafði mist fótfestu og dróst viljalaust og hjálpalaust að þessum manni, sem hún unni hugástum, unni eins og lífinu í sínu eigin hjarta, en sem hún þekkti alls ekkert og vissi alls ekkert hvernig ástatt var fyrir. Hún fann að hún gat ekki rifið sig út úr þessu ævintýri, gat ekki slitið sig af honum, þótt hún beitti sínu ítrasta megni. Vilji hennar var bundinn af vilja hans og hver sem tilgangur hans var, varð hann að ráða. Hún gat ekki annað en varpað allri sinni áhyggju upp á hann varð að ábyrgjast hvað eftir færi og hún treysti honum því hún elskaði hann. Lýsingarnar á tilfinningarlífi persónanna draga vel fram hve mikil áhrif rómantíska ástin getur haft á fólk, en leið þær kóðaðar lyklum sem við þekkjum úr ástasagna hefðinni. Annars vegar það vonin og einlægni ástarinnar sem konan gefur karlinum og hins vegar hugmyndin að dularfullir kraftar dragi elskenduna saman. Á yfirborðinu snúast ástasögur einatt leit kvenhetjunar af ást, svipar í þeirri sem Halla finnur í sambandi sínu við Halldór, en eins og bókmenntafræðingurinn Jan Kohn hefur haldið fram, liggur vald og kynferði undir yfirborði sagnanna. Samkvæmt henni ástasagan því dulbúin saga efnahagsleg völd, þar sem hið veikra kyn, einatt konan, stendur uppi sem sigurvegari. Alda Björg Valdimarsdóttir fjallar ástasögukenningar Kohn í bók sinni Jane Austen og ferð lesandans. Þar minnist hún þess að konum var lengi vel neitað félagslegan hreyfanleika innan karlveldisins, þannig að eina leiðin sem konan hafði til þess að bæta samfélagsstöðu sína var að giftast karli sem var félagslega yfir hana hafin. Eins og Alda bendir á, sverti samt sjálf hugmyndin mannorð konunnar vegna þess að hún lá óþægilega nærri vændi og því var þess krafist að hjónaböndin byggðust á ást. Karlhýta hefðbundinna ástasagna gjarnan efnuð og góðri stétt, en til að viðhalda sakleysi kvenhetjunar og styðja við yfirborðssöguna má konan aðeins stást að auði karlsins en ekki girnast auðavens. Með hliðsjón af kenningu Kohn verður karlinn þó jafnt viðfang rómantískrar og efnahagslegrar þrár konunnar í þeim ástasögum sem fjalla ást, völd og auð. Hinn tvíþætta þrá kvenhetjunar setur mark sitt á persónusköpun Höllu. Í fyrsta lagi gert út á sakleysi hennar og þrá eftir henni rómantísku ást, en fram kemur að hún geti ekki hugsað sér hjónaband án ástar og sé sannfærð að ef Halldór elski hana í raun mun hann giftast henni. Í annan stað vitna draumar hennar þrá eftir betri samfélagslegri stöðu. Í huganum sér hún nefnilega fyrir sér viðbrögð kunningjastúlkna sem urðu að sætta sig við rétta og slétta bænda sinni eða vinnumenn á meðan hún fengi prest, hvernig fyrrum vonbiðlar muni bregðast við væntanlegri giftingu hennar og hvað gömlu prestekkjunni muni finnast að vinnukona taki við hennar sæti á heimilinu. Tilhlökkun Höllu eftir mögulegri og nýrri samfélagsstöðu augljós. Hinn ljúfa ímyndun næri þó ekki aðeins vonir persónunnar, heldur blindar henni einnig sín því hún lítur framhjá neikvæðum fyrirboðum og bælir markvisst niður rök sem mæla gegn ástasambandinu. Halldór lætur sig líka dreyma framtíðina. Með því að bera Höllu saman við eiginkonu sína verður honum ljóst að engin önnur en ástkonan geti uppfyllt þarfir hans til fulls. Með henni verðan loksins heill. Greinlegt að hugmyndir karlveldisins hjónabandið eða nánatiltekið fyrir nefndur kynferðissamningur marka þanga Halldórs því hann sér fyrir sér að sem eiginkona verði Halla fyrirmyndar húsmóðir sem muni bæta upp bresti hans, vinna hlut á störfum hans, ekki trufla með áhyggjum og kvörtunum, leysa verk sína hendi án hans aðstóðar og vinna fyrir hann og með honum. Greinilegt að írónin ansi beitt sjálfhverfi prestsins og kannski kemur fram skoðun Jóns Trausta á prestastjættinni í lýsingum á Halldóri. En þrátt fyrir stóra drauma ást elskendana og uppreist gegn hefðunum dæmd til þess að mistakast frá upphafi, enda sér að Halldór í lögfestu sambandi við aðra mannesku. Þótt presturinn reyna að sjá fyrir sig framtíð þar sem hann segir skili við eiginkonu sína og prestembættið og hefji búskap með Höllu, það gilli vonir sem aldrei munu rætast.
Hann líka fljótur að skipta skoðun á ástinni þegar í ljós kemur að Hall ófrísk og mannorðast þar með í hættu. Í bókinni The Four Loves minnir rithöfundurinn og fræðimaðurinn C.S. Lewis á að það að elska öllu hjarta fyrir í sér berskjöldun. Slík ást skína persónu Höllu en hið sama ekki við Halldór. Þagmælskan eiginkonuna og óttinn skaða mannorðsins benda til þess að ást hans beinist fyrst og fremst að honum sjálfum. Fyrir vikið endar hann á því að meiða aðra. Presturinn reynist sem sagt engin rómönsu karlhetja, heldur mannleysa sem varpar allri ábyrgð yfir á Höllu, sem kýs að fórna sér fyrir velferð elsku hans og giftast sauðamanninum Ólafi sem hún hefur óbeit á. Þannig að skilið við fantasíu ástarsögunar og hinn nöturlegi veruleiki margra fátækra vinnukvenna dregin fram í dagsljósið. Gagnrýnin á hræsni pressins augljós, en hinn snara viðhorfsbreyting hans á ástasambandinu til marks hvernig höfundur notar umfjöllun rómantíska ást gagngert til að afhjúpa stéttaskiptinguna á milli elskendana. Það síðan ljóst að samúð höfundar liggur hjá Höllu, eins og sést best á tíðum lýsingum á því hvað Ólafur ófríður og illa gefinn bókina út í gegn. Og þetta alveg frá upphafi til enda, alltaf verið að draga fram hvað þessi syfjulegur í framan og vitlaus. Hjónaband Höllu og Ólafs verður hagkvæmnis hjónaband, eins og hjónabönd margra annarra í sveitinni. Þau fá koti í nýrri sveit til að hefja búskap. Hún kennir barn sitt Ólafi, sem fær peninga frá prestinum til að ala upp afkvæmið og þegi yfir faðerninu. Þótt Ólafur hafi aldrei játað ást sína opinberlega, hefur hann lengi verið ástfanginn af Höllu. Raunar svo mjög að hann elti hann á milli vista og hét þess að fremja sjálfsmorð á giftingadegi hennar myndi hún ekki verða hans. Við myndum kannski kalla Ólaf eltirhæll í dag, en það önnur saga. Ólafur veit hann hefur ekki útlitið með sér og því hefur hann árabil safnað peningum til þess að reyna að hylla Höllu en án árangurs. Þegar hún ákveður að giftast honum auðurinn líka aukaatriði, því ýttir undir þá túlkun og að ákvörðun Höllu markist einungis af ást á prestinum, hún vilji vernda Halldór og kveða niður mögulegar kjaftasögur faðerni barnsins. Þegar draumur Ólafs rætist og hann fær Höllu hjónabandið vitaskuld ekki með þeim formerkjum sem hann hefði kosið og við það dvínar ástin. Þannig svipar persóna hans til Halldórs því hann virðist elska ástarviðfangi mest þegar hann ferðað ekki. Ástleysi hjónanna endurspeglast síðan í fátíðum lýsingum á samskiptum þeirra þar sem eftir sagna bálksins. Fáfyrirbæri eiga jafnmargt sameiginlegt og ástin og sársaukin. Bæði skipa þau stórt hlutverk í lífi og reynslu fólks og geta haft djúpstæð áhrif á tilfinningar þess. Þá þau þess háttar líðan sem kemur og fer. Eftir sambandslitin markar sársaukin lýsingarnar á tilfinningalífi Höllu. Hún mistir ekki aðeins stóru ástina, heldur lætur barn hennar og Halldórs einnig lífið. Sektarkennd hennar yfir því að hafa ekki breytt rétt, syndgað og leynt faðerninu, kvelur hana, en eins og Matthías Viðar Sæmundsson bendir á í íslenskri bókmenntasögu, sér Halla líf sitt með augum sakamanns og ákveður að bæta fyrir afbrot sitt með því að helga sig góðverkum og bústörfum. Hún tekur afleiðingum gjörða sinna og öðlast með því vitsmunastyrk róseminnar, sálrænan heilleika sem gerir henni kleift að sigrast hið innra á ofurefli aðstæðnanna. Og tilvitnun lýkur. Líta má svo á að persónan sé þannig sett á ákveðin stall. Sjálfvilju tekur hún að sér hlutverk fyrirmyndar húsmóðurinnar sem stendur við sinn hluta hjónabandssamningsins. Innra með Höllu blundar þó óljós þrá eftir öðru lífi, en hana bælir hún niður og reynir þess í stað að rækta ást í garð Ólafs, vitandi að hann góður maður. Það tekst ekki en með árunum verður henni vel til hans þannig að sambúðin þolanleg og samheldnin í búskapnum góð. Ástin hverfur þó ekki úr lífi Höllu, heldur beinur henni í annan og nýjan farveg því ástin til eigin barna og þeirra sem minna mega sín verður henni mikilvægust. Það 4 bækur sem komu út í kjölfar fyrstu bókarinnar Höllu ganga undir yfirheitinu Heiðarbýlið. Í þeim sjónmiðið víðara en í fyrstu skáldsögunni, enda þar fjallað félagslega átök í sveitinni og tilfinningalíf fleira fólks en fyrr. Halldór hverfur nær alveg úr sögunni en áfram fá lesendur að fylgjast með þróun Höllu sem persónu, sömuleiðis sambandi hennar og Ólafs og tengstum þeirra við aðra sveitunga.
Vegna þess að lesendur fá lengstan tíma til að kynnast Höllu sennilegt að þeir myndi nánustu tengslum við hana af öllum persónum bókana, samsami sig henni jafnvel og seti sig þar með í hennar spor og finni til samlífunar með henni. Lesendur ástasagna vilja iðulega að elskandunni nái saman í lokin, en þegar það gerist ekki kunna þeir að upplifa gremju fyrir hönd persóna og þrá eftir því að þær fái sanngjarnari málalyktir en útlit var fyrir í upphafi. Þótt sagnabálkur Jóns Trausta sé ekki eiginleg ástasaga og lesendur vilji tæplega halla endi með Halldóri, samt líklegt að þeir sé liði með Höllu og viljan það besta. Hinn góði endir á sögu Höllu lætur þó standa á sér. Lýsingar á búskap hennar og hjónabandinu með Ólafi vitna nefnilega endalausan barning, sára fátækt og ástleysi. Í síðustu bókinni veikir síðan Ólafur og lætur lífið. Halla skilur sjúk börn sín og Ólafs eftir hjá líkinu í niðamyrkri og fyrir út í aftaka veður að sækja hjálp. Taka má undir með Matthíasi Viðari Sæmundssyni sem túlkaði ferð Höllu sem frelsun vegna þess að persónan sigraðist á tortrymingamætti náttúrunnar með ferð sinni og bjargaði börnum sínum frá dauða í sömu mund og hún sigraði sjálfa sig og heiðina þótt hún flytti í kaupstað undir sögulok. Með við allar hörmungarnar í lífi Höllu endar saganar furðu vel. Eftir dauða Ólafs kemur í ljós að fjármunir hans sem Halla erfir dugenni til að kaupa eigið heimili í kaupstað og annars þar son sinn þangað til hann getur unnið fyrir þeim. Nýtt upphaf kvenhetjunar og sjálfstæði endurspeglar að sínu leyti hræringar í íslensku samfélagi undir lok 19. aldar og ritunartíma sagnabálksins. Fólksflutningur úr sveitum var ekki aðeins farin að aukast, heldur voru konur einnig farnar að láta að sér kveða og krefist aukina mannréttinda eins og fyrr var nefnt. Það freistandi að ímynda sér að með 5 binda sagnabálki forvitnilega og sterka kvenpersonu sem sigrast þarf á ýmsum hindrunum hafi Jón Trausti verið að styðja íslensku kvennabaráttuna og minna konur á að gefast ekki upp þótt á móti blési. Takk fyrir. Bestu þakkir. Næsta mælendaskrá Atli Antonsson, doktorsnemi við Háskóla Íslands. Hann flytur okkur erindið sögur Jóns Trausta frá Skaftár eldi og eldklerkurinn sem skáldsagna persóna. Gjörðu svo vel, Atli. Já, ég vil fyrst bara þakka skipuleggjendum fyrir að hafa skipulagt þetta og boðið mér. Mér finnst mjög gaman að sjá hvað margir mættir og en ég ætla sem sagt, eins og ég komið fram að fjalla þessi skáldsögu hans, sögur frá Skaftáreldi, en einnig sem sagt, með þetta fókus á eldklekkinn sem þarna persónan í sögunni. Ritverk Jóns Steingrímssonar náttúrulega okkar helsta heimild hörmungar Skaftárelda, en síðan hefur persóna hans öðlast líka sjálfstætt líf í verkum annara, bæði skáldsögum og leikritum. Í þessu erindi ætla ég að fjalla þennan skáldsagna tvílegg, þetta í 2 bindum, sögur frá Skaftáreldi, sem frumraun þá sem sagt Jóns Steingrímssonar sem persóna. Aðrir höfundar hafa síðar fjallað í fótspor Jóns Trausta og skrifað bókmenntaverk eldklerkinn, og ég ætla aðeins líka að bera saman hvernig hann birtist þar með hvernig hann hjá Jóni Trausta. En það líka áhugavert að minnast á það að hafa í huga líka að velta fyrir sér hvaðan menn hafa sínar hugmyndir Jón Steingrímsson að á þeim tíma þegar hann var að skrifa þessa bók Sögur frá Skaftárelda, sem kom út fyrra bindið 1912 og seinna bindið 1913, að þá hafði ævisaga Jóns Steingrímssonar ekki komið út á bók. Hún hafði birst sem einhver framhaldssaga í tímariti, en hún hóf að koma út síðan hjá Sögufélaginu raunveru ári eftir skáldsögu Jóns Trausta, og í innganginum að þessari fyrstu útgáfu Sögufélagsins sjálfsævisögu Jóns Steingrímssonar þá skrifar
Jón Þorláksson sem var þarna annaðist útgáfuna og skrifaði inngang. Hann skrifaði þess að ástæðan fyrir því að ævisagan hefur gefið út var að þeir hefði frétta ekstra út í bæ að Jón Trausti væri að skrifa sögulega skáldsögu Jón Steingrímsson og fannst það greinilega eitthvað asnalegt og fannst einhvern veginn eins og lesendur ættu rétt á því að fá að lesa orð Jón Steingrímsson sjálfs sjálfan sig. En maður getur spurt sig að því síðan hversu margir lásu skáldsöguna, hversu margir lásu síðan ævisöguna. Já. En sem sagt, ég ætla aðeins fara í smá meiri formálafræði, að í lok fyrsta bindisins af Sögufræði Skaftafeldi, strax á eftir kaflanum þar sem hann lýsir eldmessunni, þá kemur mjög sérstakur kafli sem heitir Kveðjusending, þar sem hann svona einhvern veginn stígur út í frásögninni og ávarpar lesandann og til raun verið ávarpar hann Skaftfellinga. Þetta kveðjusending til þeirra. Og þar játar hann Skaftafellssýslu ást sína sem vegna sögu sinnar samkvæmt honum íslenskust af öllu sem íslenskt kjarni íslenskra auðnar, kóróna íslenskra fegurar. Og svo bætir hann við: en hver sem saga Skaftfellinga verður, mun minningin Skaftaröldin jafnan gnæfa þar yfir allt annað, minning hins mesta viðburðar héraðsins, mestu rauna þess og mestu hreysti sumra barna þess. Og í henni skín jafnan mynd séra Jóns Steingrímssonar, Norðlendingsins sem forsjónin hafði gert að hirði og fóringja síðumanna í slíkum þrautum, mikilmennisins með barnshjartað sem engum brást í neyðinni og síðan hefur varðveitt sögu viðburðarna skýra og áreiðanlega. En þar sem að Skaftaröldar eru samkvæmt Jóni Trausta mesti viðburðurinn í þeirri sýslu sem íslenskust af öllu, hljóta þeir einnig að skipa sérstakan sess fyrir þjóðina alla. Og Jón Steingrímsson hlýtur þá einnig að teljast en helsta hetja allra Íslendinga. Og síðan í athugasemdum sem hann fylgdi með eftirmála seinna bindisins frá 1913, þá lýsir Jón Trausti jafnframt í nokkrum orðum af hverju hann tók það sé fyrir hendur að skrifa þessa sögulegu skáldsögu. Þau, sem sagt móðuharðindin, eru afdrifaðmesti atburðurinn í sögu vorri á seinni öldum og þó sá atburður sem alþýða manna er ófróðust hefur jafnvel ýmsar rangar skoðanir byggðar á munnmælum og missögnum, því að aldrei hefur verið ritað skýrt þetta handa alþýðu. En þetta sá kafli sögu vorrar sem við megum síst af öllu missa sjónar af. Alltaf hætt við að slíkur viðburður komi fyrir aftur og þeir menn sem þá lifðu eiga annað skilið en að heiður þeirra gleymist. Þannig að hann raunveru með mjög svipað svo sem mótivaðsson eins og síðan sögufélag að gefa út ævisöguna, þó þeir hafa ekki þótt hans framtak merkilegt. En já, af þessum athugasemdum Jóns Trausta má draga það ályktun að með skrifum sinni vilji hann koma í veg fyrir að fólk gleymi hörmungum móðuharðindanna og halda lofti heiðri þeirra manna sem þá lifðu og ekki síst á þess mann sem hann kallar mikilmennið með barnshjartað. Jón Trausti greinilega mótaður af sögu sín þjóðernishyggjunar sem skiptir jafnan Íslandssögunni í 3 tímabil, gullöld, hnignun og endurreisn. Þetta kemur vel fram í svari Jóns Steingrímssonar í skáldsögunni við spurningu bóndans Gísla á Geirlandi hvort að eldgosið hafa endanum leitt til góðs eða íls. En hann segir, sem sagt Jón Steingrímsson í skáldsögunni, persónan: ég held að þeir hafa yfirleitt orðið mönnum til góðs og verður mennum til enn meiri góðs þegar tíma líða. Ég geti best trúa því að eldarnir hérna á síðumannaheiðunum yrðu hvörfu í sögu Íslands. Undanfarnar aldir hefur öllu farið hnignandi, nú vona ég að allt fari vænkandi. Þessar tvær skáldsögur Jóns Trausta Skaftarölda komu út eins og allar hans skáldsögur á heimastjórnarárunum. Þessi fyrra bindi var 1912 og seinna bindi 1913 og þessi túlkun í fullu samræmi við þessa þjóðernissinnu söguskoðun sem var í gangi á þessu tíma. En það ekki síður mikilvægt að hörmungarnar virðast veita Jóni Steingrímssyni, þess að persónunni í bókinni, tækifæri til að rísa úr doða aðgerðarleysis og verða mikilmenni. Það kemur fram í svari hans við spurningu Gísla hvort að eldarnir hafi verið til góðs eða ills fyrir hann sjálfan persónulega. Ég veit ekki alla, en mér hafa þeir komið til góðs. Þeir hafa gert mig að þeim manni sem ég tæplega hefði annars orðið. En hér verður því haldið fram að þessi skáldsaga Jóns Trausta Skaftarölda fjalli öðru fremur
stöðu eldklerksins sem mikilmennis og þjóðhetju, en verkefni Jóns Trausta með þá skilgreina sem einhvers konar þjóðernissinnan menningaraktivisma. Með þessari skáldsögu má segja, eða ég segi, að hann tilnefni nafna sinn eldklerkinn sem þjóðhetju og gerist af vissan hátt postula hans í þeim skilningi sem að Jón Karl Helgason og Marian Dovich hafa skrifað í tengslu við ferlið við helgifestu þjóðardýrlinga. Og það má í þessu samhengi segja að hann leggi fram rök fyrir því að hleypa Jóni Steingrímssyni inn á ódáins akur íslenskrar þjóðarvitundar. En það ekki síst að þessu leyti sem að persóna eldklerksins í skáldsögu Jóns Trausta ólík því sem að hvernig Jón Steingrímsson lýsir sjálfur sér í sínum eigin skrifum. Í fyrra bindi skáldsögunar, Holt og skál, sem heitir eftir þeim tveim bæjum sem að fóru einna verst út úr eldgosinu og eruðu undir hrauni, að þá hefur aðalpersonan, alþýðumaður Vigfús, hann hefur vinnumæður, verið brennimertur af samfélaginu fyrir glæpi föðusins sem var dæmdur þjófur, og hann og Guðrún sem heimasettan í skál hefur verið ástfangin en fá ekki að njótast vegna andstöðu móður hennar sem telur hann ekki vera sambúðin dóttur sinni. Móðurinn neyðir hann að þessi stað til að trúlofast Sigurði í Holti sem mun betur stæður og bóndasonur, og frásögnin af eldgosinu speglar þessa atburðarás því að það verið vart við ýmsa fyrirbúra eldgosins strax eftir að móðurinn aðskilur elskendurna. Ég er með skýringamynd af þessu, hvernig þetta samsvarar hvort öðru. Jarðskjálftinn, fyrsti jarðskjálftinn sem kemur undan eldgosinu, kemur sama dag og trúlofun Guðrúnar og Sigurðar er tilkynnt í kirkjunni, og eldgosið sjálft hefst sama dag og fólki frá Holti fyrir skemmtiferð að skál til að reyna að gleðja Guðrúnu sem hefur lagst í þunglindi eftir að móðurinnar bannaði henni að vera með Vigfúsi. Og það má því segja að gangur eldgosins spegli ástarsamband Vigfúsar og Guðrúnar og að kvikuþrýstingurinn í jarðskorpunni magnist upp á meðan óvíst hvort að elskendurnir fá að vera saman, og eldgosið nær hámarki síðan í sama kafla og Vigfús skipuleggur í bræði morð að keppinauti sínum. Og já, þið sjáu þetta hér allt myndarænt uppsett. Þannig að til að halda áfram þessi samburði við Jón Steingrímsson sjálfan, þá er eldgosið hjá honum túlkar hann það sem reiði Guðs. En í þessari skáldsögu með hvernig hún er byggð upp, að þá má segja að eldgosið sé táknrænt fyrir reiði Vigfúsar, vinnumannsins. Og það má segja að og ég segi að þetta hann verður eða mjög reiður og hann síðan ætla sér að drepa Sigurð, og það má kannski segja, þó ég segja að þetta sé hápunktur eldgosins, það heldur mjög lengi áfram eftir þetta, en það kemur hápunktur í lýsingu eldgosinu þegar hann fer og eltir Sigurð upp á einhvern hól og er þar að því komin að fara að drepa hann, en þá er hann með hníf sem hann hafði fengið, sem þá verður hnífsblaðið rautt, og þá einhvern veginn sér hann það sem eitthvað tákn frá Guði og hætti við að drepa Sigurð, og síðan sleppir Sigurð í burt og hann horfir þá af þessum hól yfir allt eldgosið, og kemur alveg löng og mikil lýsing þá á þessu eldgosi í Lakagígum. Það verður ákveðin hvörf í sögunni, því að eftir að hann hætti við þetta morð og kemur niður af fjallinu eftir að hafa séð þetta helvíti á jörð sem var þarna, sem að hefði líka orðið hlutskiptans ef hann hefði drepið Sigurð, að þá fyrir hann niður af fjallinu og þá, þegar hann kemur niður af fjallinu, þá hittir hann Jón Steingrímsson. En Jón
það er svo margir Jónar, Jón Steingrímsson tekur hann undir sinn verndarvæng og gerir hann að félaga í björgunarsveit og eldverkunum verður Vigfús að fyrirmynd og það er enginn sem lítið jafn mikið upp til prestins eins og Vigfús. Helsta hetjudjáð eldverksins að sjálfsögða stöðva framgang hraunsins með eldmessunni en Vigfús gengur einnig mjög vasklega fram með hann í að bjarga fólki og eignum frá eldgosinu. Yngri maðurinn sannar mannkosti sína í þessum björgunarstöðum og endanum verður það til þess að Jón Steingrímsson skrifa fyrir hann meðmælabréf sem hann afhendir móður Guðrúnar og þegar Vigfús er á heimleið seint í sögunni úr sendiferð til landlæknis til að leita lækninga fyrir unnustu sína sem var þá orðin veik að þá fréttir hann að hún hefur lagt blessun sína yfir sambandið út af meðmælabréfinu frá Jóni Steingrímssoni. En þá það allt orðið seint. Guðrún andast á minn hann í burtu en þegar hann sér hana, þegar Vigfús sér hann aftur, þá hann klædd í hvítum skrúða, náföl en glaðlega yfirlitum eins og hann dreymdi sæla drauma. En harmur hans þá, hann harmar þetta en ekki þó jafn mikið eins og þegar hann frétti að hún hefði verið trúluð við Sigurði vegna þess að nú átti hann hana í óspilltri æsku fegurð þó að hann var í látin. Hún var farin á undan honum til selli heima og þar beið hún hans, þar átti brúðkaup þeirra að standa. Ást þeirra verður eilíf og óspillt á himnum og það myndar, má segja, ákveðna hliðstæði við orðstýr Jón Steingrímssonar sem samkvæmt skilningi sögunnar aldrei mun deyja vegna þeirra hetjudjáða sem hann drýgir í Skaftafeldum. Eldverkurinn kemur í sögunni fyrir sjónir eins og stríðsmaður í baráttu við náttúruöflin og ég tel það verið ágætis samvinna með við greiningu sem ég sé hjá Kalli Kristinsinni á sjómönnum sem hann skrifaði mér meistararitgerð sinni Stríð, stolt og sprengja, brotur, sögu, áfallaminnismerkja. En hann telur að út af því að hafa skort stríð, veraldarþjóðir og hermenn að þá hafi sjómenn verið látnir gegna því hlutverki og minnismerki fallna sjómenn mjög hliðstæði í hvernig sett upp á Íslandi við minnismerki fallna hermenn í öðru löndum. Og mér finnst ekki úr vegi, ekki mjög langsótt að tengja líka að Jón Steingrímsson í baráttunni við eldgosið sé með svipaðan hátt svona stríðshetja. Já. Síðan í öðru bindi sögunar þá þetta eiginlega eins og sjálfstæðar skáldsögur bindin að þá í seinna bindinu Vigfús fluttur úr sveitinni og kemur ekki meira við sögu en Jón Steingrímsson tekur við sem aðalpersóna. Hún titill seinna bindisins Sigur lífsins gefur vísbendingu innhaldið en sagan fjallar endurreisnina eftir hörmungar móðuharenduna. Frásögnin fylgir að mestu leyti því sem Jón Steingrímsson lýsir sjálfur í síðustu köflum sjálfsævisögu sinnar og má segja að hann fylgir því frekar mikið og svona miklu minna að mínum mati fyrri bindið mun meiri svona hann skapar þar miklu fjölbreyttara plott í fyrra bindinu. En seinna bindi fylgir mér mikið sjálfsævisögu Jón Steingrímssonar þar sem hann aðalega að tala þessu kallar peningamál og tilraunir til að finna nýja eiginkonu eftir að svo fyrri lést út af eldgosinu. Og margar persónurnar í síðara bindinu sem hann hittir lýsa hetjuskap Jóns Steingrímssonar sem þrátt fyrir að vera stórmenni upplifir síðan alls konar lítilækkun og niðurlægingu að hendi samtíðamanna. Sagan hefst sumarið 1784 þegar Jón er á heimleið frá Bessastöðum og deilir út peningum og neyðarsjóð til flóttamanna og eldsveitunum sem hann mætir á leiðinni. Hann hafði fengið á skipin að fara með hann sjóð í innsigluðum kassa til sýslumannsins í Vík en hann fær mikla skammir frá yfirborðinu sínum fyrir að hafa opnað innsiglið og þarf á endanum að borga sekt og biðjast afsökunar á Alþingi sem mikil niðurlæging náttúrulega fyrir hann. Og til að festa sér nýja eiginkonu þá leggur hann sig ferð þvert yfir landið til þess eins að fá sér neitun vegna þess að fjölskylda stúlkunar hafði fundið annan mann sem er algjört úrrak í sögunni
En á leiðinni heim þá þessari sendiför, þá hæðist fólk að Jóni og hlægir að honum alls þannig sem hann kemur. En hann lætur ekki bugast að þessu og heldur áfram að gera ýmiss konar góðverk og í lok bókarinn hann að leggja lokahönd á ritverk sín sem tilkynnt þarna eldritið og ævisöguna sem muni halda upp í nafni hans meðal komandi kynslóða. Þannig að þó að mikilvægni hafi verið smánað þarna á samtíð sinni þá menn hann veit lesandinn að hann mun rísa upp síðar og vera dáður af þjóðsinni vegna ritverkana. En í lok skáldsögunar þá sagt frá 5 brúðkaupum og fullt af vatnsfæðingum og auk þess sem að lýst alls konar gróðri sem fyrir að vaksa ofan á hrauninu þarna 5 árum eftir gosið og titillinn vísar sér til þessar endurlífgunar og í myndhverjum skilningi þá merkir sigur lífsins allt sem að gera lífinu kleift að sigrast á dauðanum hann í Skaftaröldum og þetta líka svo skilningur sem hann tjáir Jóni Steingrímsson tjáir vini sinum og nákvæmlega Gísla á Geirlandi og hann segir þess að trúin Gísli minn, elti sér Jón, Guðs gjöf, hún máttur hans í vanmætti mannana, án hennar mennirnir rótlausir, flögrandi og fjúkandi laufblöð fyrir hverjum vindi, dæmdir til tímalegs og andlegs dauða. Trúin sigur yfir dauðanum, hún sigur lífsins. Titillinn gefur því til kynna að í síðara bindinu hverfist tókstrittan í samtalunum áherslu Jóns á trúna á Guð og síðan Gísla sem tristar á sjálfan sig. Og í skáldsögunni segir Jón Steingrímsson að þessi trúin sé sigur lífsins vegna þess að trúin á Guð hefur gert honum kleift og fólkinu að þrauka í gegnum hörmungarnar. Jón á þessu leiti eins og Job í Biblíunni, efast ekki Guðsinn þrátt fyrir allt sem hann dynur og það áhvert og ég ætla að gera það hér að bera trúarumræðuna í sögum frá Skaftaröldi saman með aðra íslenska skáldsögu með eldgos frá svipuðum tíma. Það að segja Sælir einfaldir eftir Gunnar Gunnarsson. Hún kom út 1927 árum og eftir seinna bindina af sögum frá Skaftaröldi. Eldklerkurinn þar vissulega ekki persóna í skáldsögunars Gunnars sem gerist árið 1918 þegar Katla Gís og spænska veikin herjar að bæjarbúa. En aðalpersonan Grímur, Ellegrímur á ýmsan hátt hliðstæð persóna og eldklerkurinn og á líka á sinn hátt eins og Job. Og það auðvitað ekki hægt að segja það hvort að Gunnar sé undir einhverjum áhrifum eða einhverjum tengslum á milli, en efnistekkin mjög svipuð. Báðar skáldsögurnar fjalla samfélag sem gengur í gegnum áföll vegna eldgos og sjúkdóma og þar sem aðalpersónarnar streða við björgunarstörf og glíma við trúna. Í þessum frásögnum hamfarunum stilt upp sem prófurinn, en það sem skilið þar að hvað trú verið að prófa og hvernig persónurnar standast álagið. Það nokkuð örugt til ég að báðir þessir höfundar sæki innblástur til skrifa Jóns Steingrímssonar og því má lesa þessar sögur frá Skaftaröldi og Sælir einfaldir sem endurritanir og endurtúlkanir á eldritinu. Það sem skáldsögurnar eiga sem sameiginlegt með fyrirmyndinni ekki síst þessi aðalpersóna sem á svipaðri gerð, sem upplifir hörmungar sem verða prófstirna trúna. Jón Steingrímsson í sinni eigin eldriti glímir aðalega við trú sína Guð, en eldklerkur Jóns Trausta glímir ekki bara við trú sína Guð, heldur líka við trúna á landið, og hún bregst ekki heldur, eins og kemur fram í lokaræðinni þar sem hann tilheyrir eldgosi verði hvörfi sögu Íslands sem leiðir til þess að hagur þess muni fara vænkandi. Hins vegar Grímur, Ellegrímur í sögu Gunnarssonar hefur mjög óljósa trúarsannfæringu og hann gefur sem að bregst síðan í þeim prófum sem hann fyrir gegnum og það mætti kannski kalla hann þess vegna trúlausan eldklerk. Hann stenst ekki álagsprófið eins og eldklerkur Jóns Trausta. Síðan ætla ég að stökka bara á milli verka að hann Jón Steingrímsson hefur töluvert komið á leiksviðið síðar og ég með listað upp nokkra leiksýningar sem hann hefur verið í en á listahátíð bandalags íslenska listamanna árið 1964 var frumsýnt þetta verk Brunnir Kolskógar eftir Einar Pálsson og þetta eftir minni vitneski fyrsta skipti sem Jón Steingrímsson steig á svið sem persóna
en á næstu áratugum áttu að snúa aftur í nokkrum mismunandi verkum. Sýningar þessar voru allar settur upp í tengslum einhverjar sérstakar hátíð eða sem viðbragð við óvenjulegum aðstæðum í samfélaginu. Sögusviðið þarna í Brunnum í Kolskógum haustið 1783 í eldgosinni miðju og ein af aðalpersónum þar kölluð Síra Jón. Það kemur hvergi fram að persónan sé beinlínis Jón Steingrímsson. Það stendur í leikskráni að aldarsfarslýsing og orðalag sé tekin eftir verkum hans. Líkt og í eldritinu segir Síra Jón syndugt líferni hafa kallað fann reiði Guðs í eldgosinu, en í verkinu beinir hann sjónum sínum sérstaklega ungri konu. Aðalpersónan Geirlaug sem framdi þann glæp að eignast barn utan hjónabands með hollenskum sjómanni. Síra Jón þrýstir á Arnór föðurinnar að gefa hana fram til yfirvalda svo hægt sé að refsa henni. Hann heldur því fram að Guð muni halda áfram að beita ströngur refsingum svo lengi sem menn sjálfur sína linkind gagnvart þeim sem syndga. Hugmyndin Jón Steingrímsson sem mikilmenni og þjóðhetju hér víðs fjarri og þessi stað maður túlka verkið sem gagnrýni á þá ströngu refsingaguðfræði sem tíðkaðist fyrir öldum. Ein persónan, Steinvör, sem systir Arnórs og föðursystir Geirlaugar, gengur svo langt að hún kallar hann illmenni, Satans tiftari. Og þannig að það má kannski skilgreina Brunna Kolskóga sem ákveðna gerða af helgispjöllum út af hvernig farið með Jón Steingrímsson í verkinu, en það getur líka á þversagnakendan hátt stuðlað að helgifestu þjóðar dýrlinga. Samkvæmt sem sagt kenningunni hjá þeim Jóni Karli og Marian Dovich. En í tengslu við 200 ára afmæli Skaftafelda árið 1983 þá setti Þórunn Sigurðardóttir upp sýninguna Þá eldurinn yfir fellur í minningarkapellu Jón Steingrímssonar á Kirkjubæjarklaustri. Þessi sýning byggir í meginatriðum á Brunnum Kolskógum Einars Pálssonar en bætti hins vegar við ýmis efni til að tengja hana við samtímann, meðal annars viðbúnaðar kapphlaupi og ógninni af kjarnorkustyrjöld. Þessi sýning fór síðan landið og var sett upp í skólum og það athyglisvert að velta því fyrir sér að þessi sýning skulle vera byggð upp á leikriti Einars Pálssonar vegna þess hversu hann sýndi Síra Jón sem strangan trúar ofstækismann. Þannig að maður spyr sig hvort það sé einhvers konar yfirlýsing í því að setja upp þetta verk og fara með þeim landið. Árið 1991 var síðan þegar haldið var upp á 200 ára ártíð Jón Steingrímssonar, þá sneri Þórunn aftur til Kirkjubæjarklausturs og setti upp annað leikrit sem hún samdi sjálf, sem heitir Seinna koma sumir dagar og byggir á sjálfsæfis og eldklerksins og virðist tilgangurinn verið sá að heiðra merkilega forföður, sem hetja Skaftafellinga. Leikritið eins konar dagskrá sem rekur ævi Jóns út frá hans eigin sjálfsæfisögu og í þetta sinn hann sýndur í ákvæðu ljósi. Jafnvel mætti tala einhvers konar helgisögu, en áherslan lögð á mikla hæfileika Jóns og góðverk hans, jafnframt mikla mótlæti sem hann glímdi við. En þarna það sem sagt Jón sjálfur sem viðfangsefni leikritsins Fremjandi Skaftafeldar. Pétur Eggerts rekur ævi Jóns með svipuðum hætti í leikritinu Eldklerkurinn sem var fyrst sett upp í Hallgrímskirkju árið 2013 en fór síðan all land og var sýnd í meira en ár. Bæði verkin draga upp í ákveða mynd af manni sem drýgir hetjudáður á erfiðum tímum og hjálpaði mörgum en mætti miklu mótlæti og var smánar á samtímamanninum. Töluverð áhersla lögð hjá Pétri á við niðurlægingu Jóns að þurfa að biðjast opinberlega afsökunar á Alþingi fyrir að hafa útdeilt fé og neyðasjónum til sveitunga sína. Þannig að í þessum leikritum Péturs og Þórunnar kemur fram áhugaður andstæða við verk Einars Pálssonar. Persóna Jóns í brennidepli og eldmessan og kraftverki með stöður haunsins fyrir utan kirkjuna tilgreint sem mest afreksverk hans og þessu leyti það líka líkjast þessi leikrit sögum Jóns Trausta frá Skaftafeldi. Þannig að þetta kraftaverk með eldmessuna og stöður haunsins vegur náttúrulega samkvæmt þessum verkum þyngst í rökstuðningu fyrir að Jón sé mikilmenni og á öðrum tímum þá hefði það hugsanlega nægt til að gera hana dýrlingi en Ísland sem var ekki lengur kaþólskt og upphafning dýrlinga ekki í boði í mótmælendatrú að þá sýnst mér að þessu verkum að þessi eldmessu frásögn sé oft lesin í þá samhengi þjóðernishyggju fremur en trúarlegu samhengi.
Og þar sem Íslendingar hafa verið gjarnir að líta á náttúruhamfarir sem hliðstæð við stríð hjá öðrum þjóðum, að þá liggur beint við álita að Jón sé í þjóðarauðindinni eins og stríðsetja í baráttunni við náttúruöflin. Í afturuminn eftirmála hans Jóns Trausta að þá skrifa hans að hvatinn að skrifanum hafi verið að koma í veg fyrir að heiður þeirra sem lifðu á tíma móðurhandra myndi gleymast. Jón Trausti skrifaði þetta tíma þegar Íslands samfélag gekk gegnum mikla breytingar, meðal annars vegna vélvæðingar í sjávarútvegi og flutnings fólks í kaupstaðina við sjávarsíðuna, og þannig að orðum hans má draga þá ályktun á uppgangstímum sé hættan mest að hörmungar fortíðar gleymist, einmitt vegna þess að þá skortir erfiðleika til að minna á fyrri hörmungar. En skáldskapur getur verið gagnlegt tæki til slíkrar upprifjunar á þannig tímum. Jón Trausti var fyrstur til að nota Jón Steingrímsson sem persón í skáldverki Skaftarelda, og hvort sem að þessi rithöfundar sem eftir komu hafi verið undir áhrifum hans eða ekki, þá má segja að þeir hafa fylgt í fótspor hans að þessu leyti. Jafnframt má segja að með því að lýsa Jóni Steingrímssyni sem mikilmenni á örlega stundi sögu þjóðarinnar hafi Jón Trausti lagt sitt af mörkum í því að tilnefna eldklerkin sem þjóðardýrling, eða þá kannski öll heldur sem þjóðhetju. Ég er ekki með þetta lengra núna. Það eru fleiri verk sem að Jón Steingrímsson kemur fyrir í og fleiri skáldsögur sem hafa skrifað Skaftarelda. En ég vegna tímamarka er nú ekki komið inn í þetta erindi. En það má nefna að bara flestir ættu að kannast við þessar skáldsögur Ófeigs Sigurðssonar, Jón og hans rituðu bréf, og svo hjá Einari Má Guðmundsssyni Hundadagar, þar er hann líka alpersóna. Og en ég mun ekki halda áfram með að tala um þau hér. Ég þakka bara fyrir mig. Kæra þakkir. Það fyrir að líða lokum hjá okkur, eitt erindi eftir, og það er Guðmundur Andri Tórsson, rithöfundur, sem flytur okkur erindið Draumalandið. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Þetta er nú kannski svolítið áhættu atriði. Komið þið sæl og gaman að sjá okkur öll hérna. Ég fann engan skyldleika við Vilhjálmur langafi minn, hann var fimmmenningur við Guðmund Magnússon, það er nú kannski ekki mikið. En amma var frá Seyðisfirði, sem kannski telur með. Ég var einu sinni þess heiðurs aðnjótandi að vera gestur á svonefndu þjóðræknisþingi í Winnipeg. En þar koma saman afkomendur þeirra Íslendinga sem að fluttu vestur haf á seinni hluta 19. aldar og fram eftir þeirri 20. En eins og við vitum þá fóru flestir af Norðausturlandi á harðinda árunum upp úr 1880 þegar Guðmundur Magnússon var að alast þar upp við óblíðar aðstæður. Það var sláandi og er sláandi og áhrifamikið að verða vitni að þeirri ást á Íslandi sem að þetta fólk í Vesturheimi beri brjósti. En þá þurfum við náttúrulega samt líka að muna að svona þjóðræknisþing sækja fyrst og fremst þeir sem að telja sig standa í einhverju sambandi við Ísland, sem er kannski mikil minni hluti þessara afkomenda. En allavega í ást þessa fólks, og þetta skynjaði maður mjög sterkt, það er eitthvað fölskvaleysi, einhver einlægni og einhver hreinleiki sem að er ekki hjá okkur Austur-Íslendingunum og eiginlega vafamál hvort hægt er að tala um nokkra ást
okkar á eigin landi og þjóð. En svona í minningunni, það er nú allmörg ár síðan þetta var, en í minningunni þá stendur einn atburður upp úr á þessu þingi og það var þegar P.J. Buchan, sem af skosku bergi brotinn, en lærði íslensk fræði hérna og hann lærði raunar söng líka. Það var þegar að, hann sérstætt sér bókasafnið þarna ytra og íslensku deildina við Háskólann, en hann sem sé flutti þarna við píanóundirleik lagið Draumalandið eftir Sigfús Einarsson við þetta ljóð eftir Jón Trausta og ég áttaði mig á því að Draumalandið þjóðsöngur Vestur-Íslendinga. Og leyf mér þig að leiða til landsins fjalla heiða með sælu sumrin löng. Þar angarblóma breiða við blíðan fugla söng. Þar aðeins yndi fann ég. Þar aðeins við mig kann ég. Þar batt mig tryggðaband. Því þar allt sem ann ég. Það mitt draumaland. Og þarna sátu þessir afkomendur, fólksins sem flúði þetta volaða drepandi land, flúði hungur og harðindi og kulda og kröm. Þarna sátu þeir háskælandi yfir þessu lagi. Það var ekki þurr hvarmur í salnum, ekki heldur á mér, sem allt í einu var farin að elska Ísland eins og þau. Þetta voru djúpar kenndir sem að þetta fólk hafði erft þó að það hefði jafnvel aldrei komið til Íslands. Sár harmur en líka einhver minning eitthvert indæli, blíðan fuglasöng og þessi löngu sælu sumur. Góðu minningarnar eins og við vitum þær magnast því meir upp sem þær vondu eru verri. Það þekkti engin betur en Guðmundur Magnússon. Guðmundur Magnússon, já. Ég sem sagt nafni hans en samt ekki. Hann hóf feril sinn og ævina, hann hóf skáldferil sinn sem Guðmundur og það gekk nokkuð skrykkjótt og þetta segja að viðtökurnar sem hann fékk hafi verið óvægnar. Það má eiginlega segja að hann hafi sagt og leyf mér þig að leiða en menntastjættin í Reykjavík sagt nei takk ómögulega. Þú mátt ekki mig leiða. Og til dæmis má nefna Einar Benediktsson sem að við vitum að Guðmundur dáðist mikið að og við sjáum hérna, höfum séð hérna í dag hugmyndir Einars Ben svona óma í hans hugmyndum líka. En Einar Benediktsson hann talaði á prenti smekkleysur hans, hugsanavillur, málsbrjálun og allar ófögru andasnauðu orðlengingarnar og venjulegast væmir menn við því að líta niður í blek síðurnar hans þar sem tilgerðin skín, svo að segja úr hverri línu. Svona skrifuðu þeir hver annan þveran, þegar maður skoðar þetta á djemrit.is, þá eru viðtökurnar allar á þessa lund og þeir lögðu alveg sérstaka áherslu á það hversu óvandað mál hann hafi skrifað. Hversu óvanda mál sé á sögunum hans. Og það þess vegna alveg eftir Halldóri Laxness þegar hann skrifaði á sinn fallega hátt Jón Trausta og hefur verið vitnað til hérna í fyrstu endurminningabókinni sinni, þá ber hann alveg sérstakt og margítrekað lof á það hversu vandað mál Jón Trausti hafi skrifað. Alltaf á móti establishmentinu. En svona var sem sagt, tónninn vertu úti. Ég man meira að segja sjálfur eftir því að hafa heyrt móður mína
sem ekki var þó meinfýsin eða illgjörn í garð annara en var að vísu ættuð að austan. Ég man eftir því að hafa heyrt hana og numið af hennar vörum gamansögu af einhverju yfirsjón hans á prenti sem þannig var geymd rækilega í menningarminni þjóðarinnar, þessu sameiginlega menningarminni sem að við höfum öll, og þarna færist þetta frá móður til sonar, og sonurinn ætlar ekki hér að rekja þessa yfirsjón. En ég hló með, þó ég skildi ekki alveg yfirsjónina. En það næsta sem ég sá hins vegar til Jóns Trausta, það var í sveitinni fyrir austan, þar sem ég, eftir að hafa sinnt kúarektorsskildum og fjárrekstri úr flaginu, lagðist upp í sófa með smákökur og las Höllu og heiðarbýlisbálkinn kotbúskapinn þar. Og svo í beinu framhaldi þá las ég sögu forsættættarinnar eftir John Galsworthy enskt hástéttarfólk, og þetta svona rann einhvern veginn saman, alls saman fyrir mér í svona eitt ólgandi mannlíf. En svo komum við fram, þá lærði hann Guðmundur leiktjaldagerð í Danmörku og hann starfaði við það hér í þessu húsi þar sem við stöndum. Og þegar hann sendi frá sér ljóðleikinn Teit, þá skrifaði hann Jón Ólafsson ritstjóri, frænd okkar mömmu að austan, og var einn óvegnasti orðhákur landsins. Hann skrifaði: það sem menn þola Henrik Ibsen, það þola menn ekki Gvöndi leikprentara. Og svo fór hann að hakka í sig verkið. En Gvöndur leikprentari, hann lét sem sé krók koma múti bragði, hann skipti nafn eins og athafnamenn gera nú til dags þegar allt komið í þrot, og hóf sig svo til flugs á ný. Sagan af Jóni Trausta dálítið eins og skáldsaga eftir hann sjálfan. Enda hún það. Hann skáldaði sig. Hann var landnámsmaður í eigin tilveru, og hann var landnámsmaður íslenskra bókmennta. Þar fann hann sitt draumaland og hann leiddi okkur lesendur þangað. Lönd þau sem lýst í sögum mínum eru hvergi til, segir hann í bréfi til Guðmundar Finnbogasonar, en þar með ekki sagt að þessi lönd eigi sér ekki fyrirmyndi, til dæmis í Öxarfjarðarheiðinni eða Melrakkasléttu eða Seyðisfirði. Þessi lönd vaksa enga síður fram fyrir hugskotssjónum höfundarins, verða þar til. Skáldskapurinn draumalandið. Sagan af þessum fátæka unglingi sem að gengur yfir heiðina 18 ára gamall til að fara fyrst til Mjóafjarðar og gerast þar sjómaður og síðan til Seyðisfjarðar til að læra þar prent. Þetta eiginlega saga heiðagróður sem neitar að deyja, hvernig sem vindarnir ólmast á honum. Annar merkur norðurþingeyingur, Friðrik Guðmundsson, sem endaði sína daga í Vesturheimi og ritaði þar æviminningar sínar, stórmerkað. Hann rakti mannkosti Guðmundar Magnússonar meðal annars til þess að hann hefði verið fjármaður. Friðrik skrifar: hvar var það sem Kristján Jónsson hugsaði bestu kvæðin sín, þangað til út af flóði og aðrir tóku að njóta góðs af? Hvar var það sem fegurðarinnar og kærleikans heimkynni hylti upp í huga Guðmundar Magnússonar, öðru nafni Jóns Trausta, þangað til hann, sem var ímynd trúmennskunnar, gekk frá hjörðinni út í haga án þess að segja nokkrum til og stemdi á morgunroðan, klæðlítill og svangur,
þangað til hann kom loksins að prentsmiðjudyrum Skafta Jósefssonar á Seyðisfirði. Þar sem ein báran rís önnur vís. Þar sem örfáir menn í fangi náttúrunnar njóta þess uppeldis sem gerir þá fræga. Þar hafa hugir margra orðið fyrir áhrifum til ómetanlegs gagns fyrir land og lýð. Sem sagt, í því að vera fjármaður, að líta eftir kindum. Hann telur sem sagt í smalamennskunni hafi þroskast þeir eiginleikar sem gerðu Jón Trausta að þeim höfundi sem hann varð. Og það ekki verri kenning en hver önnur. Í formála Stefáns Einarssonar að ritsafni Jóns Trausta segir: það verður líklega leitun á tímamótum dýpri spor hafi markað í ævi þjóðarinnar en árið 1918. Tilvitnun lýkur. Ég held þvert á móti það þurfi ekkert lengi að leita að tímamótu sem hafi markað dýpri spor. Ég held að sé nóg að fara til ársins 1904 sem stundum vanmetið sem tímamót. Ég held að það hafi markað hinn stóru þáttaskil í Íslandssögunni. Þegar Hannes Hafstein, verðandi ráðherra, á leið til landsins, þá yrkir hann á skipsfjölinni: land mitt, þú ert sem órættur draumur. Og smám saman þá fer þessi draumur að taka á sig mynd. Það verður hér þéttbýlismyndum, það verður stórútgerð, peningar fara að streyma inn í landið, fjárfestingar aukast, íbúafjöldi Reykjavíkur og Seyðisfjarðar margfaldast, enda Reykjavík orðin að miðstöð fyrir þjónustu og stjórnsýslu sem áður hafði verið í Kaupmannahöfn. Það verður líka til markaður fyrir skáldsögur sem áður hafði ekki verið fyrir hendi. Þessna hafði ekki verið fyrir hendi í kyrrstæðu sveitasamfélagi. Þessna það ekki tilviljun að Jón Trausti verður til 1906, skömmu eftir heimastjórnina. Og allt í einu líka komin markaður fyrir svona mjög sérstakar pjattbækur eins og þeir að búa til saman, Þórarinn og Jón Trausti, og við höfum fengið lýsingar á. Það komin peningastjætt sem getur keypt slíkar bækur. Það allt á fleygiferð og nú hægt að fara að lýsa heiðinni sem draumalandinu sem þar en ekki hér. Í fjarskanum en ekki hlutskipti okkar hér og lamandi veruleiki. Fyrrgreindur Friðrik Guðmundsson, og ég ræð ykkur alveg eindregið til að ná í endurminningar Friðriks Guðmundssonar sem bara besta bók sem var skrifuð á síðustu öld að mínu mati. En hann lýsi því skemmtilega þegar hann, sveitamaðurinn á norðan, kemur til Reykjavíkur og þar tekur á móti honum Guðmundur Magnússon og gengur með honum bæinn. Og Friðrik skrifar: ég má fullyrða að aldrei á minni ævi hef ég notið jafn fjölbreytilegrar skemmtunar í fleiri klukkutíma. Það voru ekki sýningarmunirnir sjálfir en ævintýrið, lífið, ljósið og fjörið sem Guðmundur breiddi út yfir allt sem augun bar. Og svo seinna: þannig var leiðsögn Guðmundar Magnússonar öll vafin í ljósa kniplingum sem prýddu og festu á minni sérkenni bæjarlífsins og málaði svo afgerandi mismunin á sveitarlífinu. Þegar ég því var háttaður kvöldi til málamynda og á hlýðni við gamlan vana, þó ég fyndi að ég gat ekki sofið, ég þurfti svo miklu að raða niður og taka til handagags, þá fann ég og til þess að ég var ekki lengur sami maður. Og það sem að Guðmundur Magnússon leit honum fyrir sjónir var það að höfðingjarnir voru ekkert merkilegri heldur en við erum. Þetta var skáld að verki.
Bókmenntaiðjan í sveitasamfélaginu, hún fólst í því að rifja upp gamlar sögur, riddarasögur og íslendingasögur, skrifa þær upp og fara með og lesa svo á völdum stundum guðsorð sem að haldi var kyrfilega að fólki og loks voru það sagnaþættirnir sem voru nokkurs konar skilgetið afkvæmi íslendingasagnana, frásögur af höfðingjum og smælingjum í föstum skorðum eins og allt samfélagið var í föstum skorðum. Það kynntu til sögunar einhver tiltekinn einstaklingur með tiltekna eiginleika sem hann fæddur með og síðan öll frásögnin til þess að sýna okkur þessa eiginleika og sanna okkur að hann hafi þessa eiginleika. Þetta með öðrum orðum algjör andstæða þroskasögunar sem að hinn borgaralega skáldsaga gengur út á. Og strax í þessu þá greinir Jón Trausti sig frá hefðinni því að hann skrifar þroskasögur. Vel að merkja ekki sína eigin, honum vannst ekki aldur til þess að skrifa skáldsöguna af sjálfum sér, öðruvísi en að lifa hana, en hann kveður sér hljóðs með þroskasögu Höllu sem við heyrtum hér í dag. Og hann kynnir Höllu með þessum orðum: engin vera á jarðríki eins hamingjusöm og ung stúlka sem hraust og fríð sínum. Og enga veru leggur óhamingjan eins í einelti. Sagan af Höllu síðan það hvernig hún þroskast og þróast sem manneskja. Og persónusköpun Jóns segir Guðmundur Finnbogason: sálarlíf aðalpersónanna rakið svo ljóst, eðlilega og hispuslaust að víða með snilld og jafnvel þær persónur sem lítið koma við sögu verða furðu skýrar. Í þessari bók talar lífið sjálft, eins og það birtist þeim sem horfir á það með glöggu skálda auga. Og sjálfur lýsir Jón vel viðhorfi sínu til persónusköpunar í bréfi til Guðmundar. Þessum furðulega galdri sem að verður þegar höfundur sér fyrir sér persónur sem að vaksa fram í hugskoti hans út úr draumalandinu. Hann skrifar: aðalpersónurnar eru meira og minna skýrar þegar ég byrja. Hver kapítuli sögunar ný leið að þunga miðju þeirra. Hinar persónurnar verða eiginlega ekki til fyrr en leið og þær verða fyrir mér. Ég sé hverja einustu persónu fyrir mér þegar ég skrifa hana og heyri til hennar. Það ekki mín svipbrigði sem ég lýsi, heldur svipbrigðin á því andliti sem ég horfi þá á, og þau verða að vera í samræmi við það andlit. Eftir vill þetta nokkru leyti arfur frá leikhúsunum, eftir vill frá lífinu að nokkru leyti. En ég mér þess ekki meðvitandi að hafa tekið eitt einasta andlit eftir fyrirmynd sem ég hef þekkt. Ef svo þá það ósjálfrátt. En persónur þær sem ég skrifa verða mér eins kunnugar og eins handgengnar og eins og þeir menn sem ég hef mest af að segja í daglegri umgengni. Hann þarna og með öðrum orðum eins og miðill sem að veit eiginlega ekkert hvernig stendur á því að þetta fólk vex allt fram. Eða hann eins og lagasmiður sem botnar ekkert í því hvaðan hann fær allar þessar melodíur og kennir bara Guði En með sögunu sinni Höllu og seinna í öðrum mæli sögunu Önnu frá Stóruborg, þá hann engu að síður upphafsmaður þroskasögunar í íslenskum bókmenntum. Það kemur skýrt fram í niðurlagi bókarinnar Höllu, þeirra fyrstu, sem fjallar dáðleysi hins íslenska karlmanns, hvað sem hann prestur eða smælingi, og svo hins vegar hetjulund konunnar. Halla eignast dreng utan hjónabands með prestinum, þið þekkið þetta saman,
og gifti svo Ólafi Ræflinum til að venda prestinum sem hún elskar og presturinn gefur þau svo saman og hún grætur og nú skrifar Jón. En að baki þessara tára í hvörmum Höllu og dýpra inn í augunum glitraði eitthvað sem enginn tók eftir og enginn átti von á, en sem mörgum hefði orðið starsýnt á, hefðu þeir séð það. Eitthvað sem gægðist fram, hvasst og biturt eins og hnífsóttur. Það var hatrið. Hatrið til alls þess sem hafði neytt hana til að ganga þessi óljúfu spor. Hatrið sem ennþá var ungt og varla henni meðvitandi en átti fyrir sér að vaksa og þroskast. Tilvitnun lýkur. Seinna átti svo skáldið eftir að leiða hetju sína á vit annara tilfinninga og göfugri kennda og í lok þessa mikla bálks hefur Halla náð að sigrast á sjálfri sér og hlutskipti sínu og flytur í kaupstaðinn. Heiðin komin í draumalandið en mig grunar nú engu að síður að þarna lýsi Jón Trausti ákveðnum arfi sem að við höfum fengið frá formæðrum okkar og forfeðrum í þessari lýsingu á Höllu þar sem hún gengur út kirkjugólfið. Takk fyrir mig. Ja, kæru gestir, þá komið að leiðarlokum hér í dag. Dagskráni formulega lokið, en rétt áður en ég slít þessu málþingi, þessari ráðstefnu, þá minni ég á það að við ætlum að rölda upp í kirkjugarð og ég bið ykkur bara að fylgjast með henni Guðrúnu Nordal, hún ætla væntanlega að leiða þetta, þið finnið hana hérna frammi og fylgið henni af stað. En ég vil ítreka fyrir mína hönd og ykkar reiknaði með þakkir, kærar þakkir til skipuleggjenda þessara frábæra málþings og kærar þakkir til allra fyrirlesara. Takk kærlega fyrir okkur.